Það hafa nokkrir nemendur haft samband við mig og verið með einhverjar áhyggjur af setningafræðinni og þess vegna ákvað ég nú að fara yfir nokkur atriði og ég ætla að byrja á því að ræða bara almennt þetta frumlagið. Við þurfum að muna það að frumlag er gerandinn í setningunni. Það er sá sem er oftast fremst í setningu og er alltaf í nefnifalli. Hér er með einfalda setningu: Anna borðar ost. Hér er það Anna sem er gerandinn. Við erum líka með það sem kallast frumlagsígildi. Þá er frumlagsígildið á sama stað eins og frumlagið en það er ekki í nefnifalli. Hér er með tumi er köttur, tumi tuma, frá tuma til tuma, tumi er í nefnifalli, tumi er frumlag. Hann er grár, er hann frá honum til hans. Þetta er fallorð í nefnifalli, frumlag. Sama er að segja um þessa málsgrein, en hér er með málsgrein sem byrjar á Halldóri fannst gaman. Þá erum við með orð sem er ekki í nefnifalli. Samt sem áður, þá er það frumlagssæti og kallast á frumlagsígildi. Andlagið er oftast í þriðja sæti í venjulegri setningu. Andlagið er alltaf í aukafalli, þar að segja það er í þolfalli, þágufalli eða eignarfalli. Og andlagið er oftast þolandinn í setningunni. Hér er með einfalda setningu: Óli, frumlagið, borðar sem er sögnin eða umsögnin sem kallast líka, og hann borðar ost. Við getum kannski talað um að osturinn sé þolandi, hann verður kannski ekki endilega fyrir því að Óli borði hann, en til að sýna þetta betri hátt var með aðra setningu hér fyrir neðan, þar sem Anna kyssir Óla. Hér getur sagt kannski að Óli sé þolandinn í þessu dæmi, en Anna sé gerandinn. Þegar sagt það sé í þriðja sæti, þá svona í venjulegri setningu eins og þessari, en sem getur það setninguna flóknari. Við gætum sett hér: Óli litli borðar mjög mikinn ost. Hér sjáum að hér er andlagið komið langt fyrir aftan. En samt sem áður þá er svona í þriðja sæti miðað við frumlag, sögn og andlag. Sagnfylling. Það er ekki alltaf sem að andlag fylgir á eftir frumlagi og umsögn. Stundum þá kemur lýsingarorð eða nafnorð í nefnifalli. Þetta kemur ofta eftir sögnunum að vera: Óli er stór. Hér er þetta í þriðja sæti sagnfylling og er lýsingarorð. Óli er strákur. Hér er með fallorð í nefnifalli og eins og munu þá þarf andlagið alltaf að vera í aukafalli, það má ekki vera í nefnifalli. Þannig að hér er þetta ekki andlag heldur sagnfylling. Stundum koma í þriðja sætið í staðinn fyrir andlag eða í staðinn fyrir sagnfyllingu forsetningarliðir. Og forsetningarliðir, þeir eru samsettir úr forsetningu og fallorði. Forsetning pluss fallorð myndar saman forsetningarlið. Óli hjólar til Sigga. Þannig allt hér innan ringsins er forsetningarliður. Anna kyssir Óla á kinnina. Allt innan ringsins er forsetningarliður. Skoðum líka atviksliði. Atviksliður getur verið eitt atviksorð, til dæmis gott, vont, ekki, slæmt. Og passi ykkur að atviksorð þau lítast út eins og lýsingarorð, en við sjáum að með atviksorðunum þá fylgja sjaldnast neinn fallorð eftir. Þetta er gott. Hér er eitt atviksorð, einn atviksliður. Stundum geta fleiri atviksorð komið saman
Þetta er mjög gott. Hér erum við atviksorð pluss atviksorð, einn atvikslið. Og þeir geta líka verið mjög eða flóknari og verið samansettir úr 3 atviksorðum. Þetta er ekki mjög gott. Einkunn er fleira en það sem við fáum í skólanum, en einkunn er raunin, það er skólaeinkunn rauninni verið að segja hvort það er gengið, hvort við höfum verið dugleg, hvort við höfum verið löt. Það hefur verið að segja svolítið meira hvernig þetta var hjá okkur í skólanum. Og sama er að segja einkunnir í setningum, að þau eru að segja meira hlutin. Þetta oftast lýsingarorð eða fornafn á undan eða á eftir nafnorði, svona hliðstæð einkunn sem kallast. Hér er með einkunn við hliðin á fallorði. Hér er það Anna, og við ætlum að lýsa henni önnu nánar. Þetta er Anna litla. Hún har borðað hamborgara og við ætlum að gefa hamborgaranum einhver einkunn. Þetta er stór hamborgara, þannig Anna litla borðar stóran hamborgara. Hér er einkunn litla og stóran. 2 einkunnir hér. Stundum kemur eignarfallseinkunn. Þá er einkunnin í eignarfalli. Jón Sigurðsson var forseti Íslands. Og eins og hérna sjáum við að eignarfalli endur ofta S. Jón Sigurðs. Hérna með eignarfallseinkunn. Þannig að einkunnin er eitthvað sem lýsir nánar fallorðinu í setningunni. Hérna var dæmi, það sem er hægt að setja inn fleiri einkunnir. Anna litla borðaði báða stóru hamborgarana mína. Þetta er all hliðstæðar einkunnir, en bara búið að bæta minni til þess að lýsa nánar hvaða hamborgar þetta voru og þetta var ennþá Anna litla. Við þurfum að þekkja eitt sem heitir gervifrumlag. Þegar við tölum frumlag þá er það oftast einhver gerandi, en þegar við ræðum gervifrumlag þá er eitthvað það sem við tölum við segjum oft það rignir, það snjóar, en það er engin rauninni gerandi. Þetta er engin persóna eða hlutur eða svoleiðis, þetta er gervifrumlag. Síðan ætla ég að fara aðeins inn í aðalsetningar og aukasetningar. Hér er ég búin að merkja með bláu aðalsetningar. Aðalsetningin er oftast fremst í málsgreininni. Sigga spurði Jón. Þetta er setning sem segir svona fulla hugsun. Síðan kemur aukasetning, hvort hann væri saddur. En hann svaraði ekki. Ég er með 3 setningar, aðalsetningu og svo erum við hérna með aukasetningu. Og aðra aukasetningu. Sigga spurði Jón hvort hann var saddur, en hann svaraði ekki. Skoðum tengiliðina sem tengja þetta saman, tengiorðin. Og tengiorð sem tengja saman setningar kallast samtengingar. Sigga spurði Jón hvort hann væri saddur, en hann svaraði ekki. Og munum það að þegar við skrifum þá fer oft illa að byrja setningar á samtengingu. Byrja ekki setningar á en eða og eða hvort. Heldur er að byrja á frumlagi. Í næstu setningu fyrir neðan, þar er svolítið búið að færa aðalsetninguna. Þegar ég fór, hér sjáum við, hér er komið strax fremst hérna samtenging. Það er búið að breyta svolítið setningunni. Þegar ég fór, kyssti ég konu mína og hér er líka búið að breyta orðorðinni. Ég kyssti konuna mína.
Þó það sé búið að breyta orðaröðinni innan aðalsetningarinnar þá er þetta samt sem áður aðalsetning. Og þetta er aðalsetningin innan málsgreinarnar. Ég kyssti konuna mína þegar ég fór og klappaði hundinum. Þannig hér værum við með aðalsetningu, hér værum við með aukasetningu og hér værum við með aukasetningu.